Styrmir, tapum út af Haugum. Byrjaði samt bara að spyrja þig hvernig að vera komin aftur í Þórstreyjuna. Það bara mjög fínt sko. Mér líður vel í grænu og bara svekkjandi að ná ekki klára þetta í dag. Hvernig leið þér svona á vellinum? Ég kom klukkan 7 í morgun, þannig að búinn að vera vakandi 24 tíma streitt sko, þannig að ég bara var þreyttur en ég þarf að spila betur svo við getum unnið. Það kom aldrei neitt annað til greina en að spila þennan leik? Nei, rauninni ekki. Töpum fyrsta leiknum og mér langaði bara að gera allt til þess að hjálpa liðin mín að vinna sko. En hvað kemur til að þú sért komin í Þór? Það eru bara persónulegar ástæður sem að koma upp og þannig að ég ákvað að taka slæðinu heima. Hvernig ef þú metur samt síðasta tímabil með Davidsson, varstu ósáttur með eitthvað? Já, auðvitað vildi ég fá að spila meira og bara erfitt að sitja á bekknum en svona það stundum. Það eru ups and downs í þessu og ég tók bara að skrifa að koma heim og bara sáttur með það. Þegar þú vissir að vera að koma til Íslands, kom eitthvað annað til greina en Þór Þórðarson? Já, ég skoði alveg annað sko, en í rauninni var alltaf svona aftast í huga að koma beint heim. Hvað fannst þið svona að vanta upp á að finna þið að vera ennþá nær og jafnvel vinna þennan leik? Bara spila vörn. Við spiluðum enga vörn í fyrri hálfleik og komum sterkir út í seinni en við bara spiluðum enga vörn og það sem tapar þessu leikinn í dag. Hvernig var að spila með bróðinum? Það er gaman. Ég held við höfum náð 2 leikir saman aðra en ég þarf bara að læra inn á hann og hann þarf að læra inn á mig og vonandi getur út úr gott kombo í vetur. Kom þér óvart að vera í byrjunarliðinu? Nei, í rauninni ekki. Ég treysti Lalla fyrir því sem hann gerir og hann treysti mér, þannig að bara mjög ánægður. 2 töp í fyrstu 2 leikjunum, hafið þið eitthvað áhyggjur á stöðunni? Nei, eins og staðinn núna, það var ekki dótast en við þurfum að fara að slípa okkur betur saman. Takk fyrir þetta, Styrmir, og gangið vel. Takk fyrir.